in the dressing room is awful, so that's my opinion. Halló, halló. Komið sæl og verið velkomin á IA TV í samstarfi við Omnis og Síman hér á Norðurálsvelli í kvöld að ætla að eigast við IA og Selfoss í fyrstu deild kvenna, 7. umferð. Hjá mér er Ingibjörg Harpa Ólafsdóttir. Imba, hvernig leggst þessi leikur í þig? Mér líst vel á þennan leik, þetta verður hörkuleikur að komast í toppinn í fyrstu deildinni. Þannig að vonandi bara spennandi leikur framöndan. Nú byrjaði Skagaliðið mjög vel, byrjaði á 2 sigrum, sigri á heima þetta móti Tindastóli, úti sigur gegn IR, síðan hefur verið frekar rýr uppskera. En þær eru samt stutt frá toppnum. Já, við erum með 7 stig eins og Selfoss og efsta liðið HK Víkingur með 12 stig, þannig að við þurfum nauðsynlega að vinna hérna í kvöld. Þannig að þú vantar svolítið að skora mörk en vonandi fellur það með okkur í dag. Við vorum að heyra það að ég spjallaði við Helenu og Anítu áðan og það er alltaf að breyta leikkerfi fyrir þennan leik í dag. Það er að breyta í tígulmiðju og ástæðan er svo að þeim finnst þeir hafa ekki ná að vera að skapa nógu mikla hættu fram á við. Ertu sammála þessari breytingu? Það verður bara gaman að sjá hvernig það takast á þetta. Við þurfum allavega að ná að skapa okkur meira og nýta þá þau færi sem við fáum. Akkurat. Þessi lið hafa í gegnum tíðina mæst held ég 11 sinnum og Selfoss hefur betur í þeim viðureignum þó að enda eru þetta eru flestar nýlega viðureignir. Selfoss hefur verið svona upp í Pepsi-deild og niður í fyrstu deild svipað eins og IA undanfarin ár. Megum við ekki búast við bara hörkuleik? Já, vonandi allavega. Þetta eru jöfnlið og þær eru nú með 2 útlendinga, markmanninn og svo einhvern útileikmann hjá sér. En ég hef bara fulla trú að við vinnum leik. Við bara byggjum ykkur að fylgjast vel með hérna í framhaldinu. Við setjum við smá skilti núna með að við komum okkur fyrir í hljóðverinu og þar förum við yfir byrjunarliðin þegar nær dregur. Góða skemmtun, áfram Skagamenn. Baby, if you love the
Já, þá erum við búin að koma okkur fyrir hérna og við ætlum að fara snöggvast yfir byrjunarliðin í boði úrslit.net. Hjá Selfossi í markinu Shantay Ceresi Sandiford, nummer 12. Aðri leikmenn eru nummer 5 Brynja Valgeirsdóttir, nummer 6 Bergrós Ásgeirsdóttir, nummer 7 Anna María Friðgeirsdóttir sem fyrir liðið Selfoss, nummer 8 Íris Sverrisdóttir, nummer 14 Karitas Tómasdóttir, nummer 16 Alexis C. Rossi, nummer 17 Sunneva Hrönn Sigurvinsdóttir, nummer 18 Magdalena Anna Reimus, nummer 19 Eva-Lind Eliasdóttir og nummer 23 Kristrún Rut Antonsdóttir. Hjá IA í markinu nummer 30 Katrín María Óskarsdóttir, aðri leikmenn eru nummer 5 Anita Sól Ágústsdóttir, nummer 6 Hulda Margrét Brynjarsdóttir sem fyrirliði, nummer 9 Maren Leósdóttir, nummer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir, nummer 11 Fríða Halldórsdóttir, nummer 13 Birta Stefánsdóttir, nummer 16 Veronika Líf Þórðardóttir, nummer 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, nummer 18 Berdís Fanny Einarsdóttir og nummer 32 Rut Þórðardóttir. Imba, eins og við komum inn á áðan þá ætla þær Helena og Anita að prófa að breyta skipulag og fara í tígulmiðju og liðsuppstillingin verður þá væntanlega þannig að Anita Sól verður í miðverðinum á samt henni Birtu. Já. Og þær verða bakverðir áfram Fríða og Sandra. Hulda færð fram á miðuna þar sem að hún og Maren verða fyrir framann Rut Þórðar og fremst á miðunni verður hún Bryndís og síðan verða þær frammi Heiðrún og Fanny. Já. Þetta ólíkt svona sókndjarfara lið heldur en að þær hafa verið að stilla upp undanfarnar leikjum. Já, það verður svona spennandi líka hvernig þær ætla að nota kantana, sko. Já. Það náttúrulega í þessu kerfi ekki með eiginlega vængmenn, það með svona vængmiðjumenn, þannig að það má kannski búast við að bakverðirnir fylgi meira. Já, það mjög líklegt að Fríða og Sandra verður duglegar að koma upp. Já, við kannski kíkjum að ganni hérna á síðustu leiki hjá IA. Þetta síðasti leikur þeirra var gegn Hömrónum fyrir norðan á Akureyri þar sem gerðu 1-1 jafntefli og þar áður töpuðu þær hérna heimavelli fyrir Keflavík 2-1 og þar áður einmitt líka á heimavelli gegn HK Víkingi 2-1, þannig að þetta hafa verið baráttuleikir sem hafa dottið öfugum megin frá okkar sjónarhóli. Já, við hefum svona aðeins mist stampinn svona í lokin og eins og þær hafa mist hausinn svolítið. Það verða að hafa meiri trú á sér, það er getið ýmislegt þessar stelpur, það er oft bara hausinn sem eru vandamálið. Já. Og ef við skoðum Selfoss þá hafa þær undanfarið verið að síðasti leikur þeirra var á heimavelli gegn IR 1-1 jafntefli, þar áður sigruðu þær Tindastóll útivelli samfærandi 4-1 og síðan náðu þær greinilega góðum leik gegn IBVF í bikarnum, töpuðu 1-0 þar. Já. En þar áður deildarleikum þar á undan þá töpuðu þær á heimavelli gegn Sindra og Sindri kannski nokkuð óvænt þarna að blanda sér í toppbaráttuna. Já, Sindri hérna með 9 stig ásamt Keflavík og Þrótti, þannig að þær eru hérna í toppnum, þannig að við þurfum endilega að blanda okkur í þessa baráttu og vinna í dag og fara upp í 10 stig. Já, hérna sjáum við mitt stöðuna þegar leikmenn að koma inn á völlin. HK Víkingur eftir 4 umferðir eða 4 leiki sitja þær efst með fullt úr stiga og markatöluna 12-1 og það kemur í rauninni ekkert á óvart, þeim að spá góðu gengi. Já, en við áttum náttúrulega hörkuleik hérna á móti. Já, það var í rauninni mjög sárt tap. Það var sárt tap, þannig að það á að sína þessum stelpum að það geti þetta. En það verið að ná að klára þessa leiki og við höfum ekki verið að skapa okkur og færum og við skulum vona að þetta með okkur í dag. Já, og við sjáum að þó að ég siti í 7. sæti að þá eru bara 2 stig upp í annað sæti, þannig að og með sigri núna í kvöld og ef aðri leiki spilast og hún spiluð heil umferð í deildinni í kvöld og við komum til með að gefa ykkur árundu góðir update á því ef að eitthvað gerist í þeim leikjum en annars bendum við einmitt líka á að úrslit.net staðurinn til þess að fara á þegar maður vil fylgjast með íslenskum fótbolta en klukkan 6 í dag hófst leikur Keflavíkur á Hamrana, það nú ekki komnar neinar upplýsingar
hvernig staðan þar, en einnig eigast við Tindastóll og Víkingur Ólafsvík, IR Þróttur, IA Selfoss, HK Víkingur tekur síðan á móti Sindra, þannig að þar verður hörkuleikur. Ef að það verður gaman að sjá þær standast það próf, Sindra stúlkur. Já, það reynir svolítið á það hérna í toppleik á móti efsta liðinu, þannig að það kemur í ljós úr hverju það eru gerðar. Já, en nú eru liðin komin inn á völlin og ekki eftir neinu að bíða. Nema náttúrulega upphafsflautinu. Það sennilega gerum lítið án þess. Já, þetta flott veður og það bara að gera fyrir alla að mæta á völlin. Já, þetta við höfum nú séð ýmislegt í þessum fyrstu leikjum hjá og þessum útsendingum hjá okkur núna í vor. Þetta er svona fyrsti leikurinn þar sem við fáum alveg gullfallegt fótboltaveður og hann er bara nánast logni sem maður segir. Aðstæðurnar eru mjög hentugar fyrir fótbolta eins og svo oft hér á Akranesi. Já, við sjáum svona uppstildinguna. Hulda vinstra megin, Maren hægra megin við röð. Já. Það verður gaman líka að fylgjast með hvort að það verði duglega við að sko skipta stöður eins og Hulda og Maren. Já. En það er kannski rétt að renna yfir varamannabekkina hjá þessum liðum. Hjá Selfossi eru þar Eyrún Gautadóttir, Barbara Sól Gísladóttir, Karin Inga Bergsdóttir, Unnur Dóra Bergsdóttir, Írina Björk Gestsdóttir, Erna Guðjónsdóttir og Katrín Friðgeirsdóttir. Hjá Skaganum eru það Vilborg Júlía Pétursdóttir sem er varamarkmaður, Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir, Unnur Elva Traustadóttir, Sandra Ósk Alfreðsdóttir, Aldís Ylva Heimisdóttir, Erla Karitas Jóhannesdóttir og Sigrún Eva Sigurðardóttir. En þetta er komið á stað. Já. Það er alltaf veikleikamerki það að markmaður getur ekki sparkað át sjálfur. Já. Það er það. Það var að vinna fyrsta boltan og sækja bara beint á þar meðan að varnarmaðurinn er að koma sér út. Birtar hinsar hérna fram, Fanney fleytir þess áfram, fær hann aftur, Heiðrún og Hulda komin hérna. Hún var að passa að hlaupið á fjær, það er enginn á fjær hérna. Já, við biðjumst á velvirðingar á því að við duttum út hérna í augnablik en við erum komin inn aftur, ekkert svo sem merkilegt búið að gerast. Við erum ennþá að berjast hérna við nettruflanir. Vonum að þetta haldi núna. Hér kom innkast Selfyssingarnir sækja núna og það kemur skot rétt fram í að þetta var hættulegt. Kemur Katrín með útsparkið, fína spyrnur hjá henni, Maren fleytir þessu áfram. Nú vantar út á kant hérna sko. Já, en byrjuðu Heiðrún eldir, þetta er of langt. Góð pressa hjá henni. Já, þarna vantar hennan leikmann út á kantinu sem að... Já. En það er kannski til mikið að ætlast að bakverðirnir séu mættir þarna. Já, spurning hvort að Hulda þurfi ekki að vera duglegir að draga sig út þá. Heiðrún fram og Fanney á stað. Nær hann að komast hér áleiðis, verður að snúa við, Heiðrún kemur með fyrirgjöfina, fítbolti, Heiðrún fær hann aftur en það er ná að koma þessi burtu, Hulda heldur þessu lifandi en það er ná að reynsa þetta burtu fyrir rest. Birta stutt fram á Rut sem að kemur honum á Maren, aftur á Rut, Bryndís, aftur Rut, þetta er vel spilað. Já. Og Fanney kemur þessu fyrir og það er reynsa í hot. Já, það kom ágætið spil út úr þessu. Við erum búin að sjá það aftur og aftur núna í sumar að þegar að Skagalið lætur boltan rúlla mann á milli þetta er mikið jafnræði sennilega með þessum liðum. Kemur, þetta er vel gert. Já, Fríðu, hreinsunin örlítið
Misjöfnuð, Anita, þarna nú háldi vel í hana, vel gert hjá Anitu. Já. Slæm móttaka þarna. Katrín út á móti, glæsilega gert. Þetta var vel lokað hjá Katrínu þarna. Mjög vel gert hjá henni. Þarna misti Marinnan hann á slæmum stað og það er bara að keyra strax á okkur. Já, þetta þarna er óvægt að segja að Katrín hefði bjargað liðinu. Með virkilega góðu útlaupi þarna á hárréttum tíma, hún var ákveðin. Já, vel lokað hjá henni. Algjörlega óhrætt að vaða í hana þarna. Já. Nú tegur hún verið aðeins rólegri, það voru ekki komnar. Þá pressaður hátt hérna 3. Það er ná að komast í gegnum það, kemur þá löng sending fram. Birta næra að reynsa þetta frá. Veronika, Bryndís aftur Veroniku. Það mega alveg gefa sér tíma að vera þolinmóður að láta boltan rúlla áður en að þessar sendingar koma. Þannig að mátti Anita bara vera róleg og láta rúlla og teygja þær hans framar Selfyssinga. Einmitt. Já. Þá eiga Selfyssingar innkast á miðjum vallarhelmingi Skagans og þá kemur langt innkast og þetta endar á hotspinnu sem að Selfoss vinnur. Liðin skipta svona á að sækja. Já, vorum við að dekka vel. Það er laus og fjær hjá okkur. Já, við sjáum að Selfyssingar nota þessa taktíkina að drekja markmanninum í sóknarmönnum og eigin varnarmönnum. Þarna ekkert ósvipa færa og Hulda fékk hérna fyrir nokkur mínútur síðan. Og hann leggur aftur til Shanti. Það er Fríða mátt alveg að bjóða sig út hérna á vinstri kantinum. Það er kannski vandinn við þetta leikkerfi, það er erfitt að halda breidd. Já. En á móti kemur að þá er náttúrulega sóknarþungi miðsvæðis. Þá koma Selfyssingar að leysa þetta vel, stungusending. Já, hún er öflug þessi númer 19 hér. Eva Lind reynir fyrir gjöf, Anita kemst inn í það. Hún gerir þetta vel, Hulda mætir, fær Herunni. Vel stoppa hjá Rut þarna. Sólinn fann að skína hérna hjá. Já, hvað hana? Þá er aukaspyrna sem Selfyssingar eiga. Þær bíða nú alveg 4 hérna en boltinn inn á teig og þær ætla að ráðast þarna á Katrínu sem þær gera. Og ekki dæmt og útspark. En þarna sjáum við samt að það eru 3 hjá Selfossi sem hlaupa inn og við erum ekki að ná að fylgja þeim. Já, það er eitthvað sem þarf að laga. Kemur Katrín með fína spyrnir hjá henni. Við ætlum að vinna þessa skallabolta. Já, og vinna bolta nr. 2 en hann endar nú hjá Selfossi. Þá kemur stungusending inn á Kristrún Rut, hún er komin upp að endamörkum, reynir að skila hún tilbaka, nær því kemur skot og glæsilegt mark. Það er vel gert, já. Glæsileg að klára færið þarna, ég sá nú ekki, var þetta, hvað var hún?
Hún skoraði þetta. Er það ekki hérna 18, getur það verið? Gæti hafa verið það, ef að svo var þetta Magdalena Anna Remus. Sjáum hann að leikmaður 23, stakk sér hérna í það svæði á milli. Já. Þarna er varnarlínan flöt og þær komust auðveldlega í gegn. En það er bara Má vera rólegur á boltan og láta hann fljóta meira niðri hjá okkur. Heiðrún með boltan átti á hægri kanti, reynir að koma honum fram á Fanney, nær ekki að koma honum, en það gerir Bryndís. Fanney með langan bolta fyrir, þar er Maren komin hérna yfir vinstra megin og Hulda er komin hægra megin. Ekki fengið að staðfest hver skoraði þetta mark. Við höldum að það hafi verið Magdalena, nummer 18. Bryndís missi boltan frá sér, nær honum aftur. Þá er það Rut yfir á Huldu, en þær komast inn í þetta. Anita fer á stað og glæsileg sending inn á Evu Lind. Eva Lind komin ein í gegn. Katrín út á móti, en Eva Lind klárar þetta með stakri príði. 2-0 Selfoss. Þetta er ekki alveg byrjunu sem við óskuðum okkur. Nei, 14 mínútur liðnar. 2-0. Það eru bara að stinga okkur af þannig. Við erum líka að missa hann á slæmum stöðum, þannig að það var leikmaður nr. 19 Eva Lind Elíasdóttir sem skoraði mark Selfossstúlkna. Eva Lind er staðfestur skorari á marki nr. 2. Já, hún er öflug þessi stelpa, við Já. þurfum að passa vel upp á hún. Og- Snögg og stór og Þarna var tímasetningin á hlaupinu og sendingunni alveg. já. Ég man eftir þessu Fullkomin. leikmanni Pepsi-dildinni hjá Selfossi og hún var mjög öflug þessi stelpa. En það er brekka hjá Skagastúlkum. Þær verða bara að býta í öxlinn og vaða í hana. Veronika reynir að koma þessu fram á Bryndísi sem að tekst ekki. Fríða aftur að henni. Nú er það bara að koma sér aftur inn í leikinn bara með þolinmæði og löng stúkusendingu yfir inn á Maren. Maren eldir og vinnur innkasti. Það var það megi alls ekki panika. Nei, nei, nei. Það verða bara að halda sönsum, halda skipulagi. Heiðrún kemur honum fyrir Fínn bolti. og Bryndís út á Huldu, reynir skot, það var máttlaust. Maren nær að halda þessu, kemur honum út á Fríðu, en þær eru undan í það. Fríða með góða baráttu þarna, nær að vinna boltan fyrir gjöf. Það er vel góð barti á Fríðu. Já, mjög góð. Og aftur. Já, þær eru að þær ætla sér að svara þessu. Það er nokkuð ljóst. Það er vel spilað. Já. Flott löp hjá Fríðu Fín þarna. fyrirgjöf. Nú er það vantar að ráðast á þessar fyrirgjöfur. Og sjáum þarna, þetta erum við bara í rauninni með Fanniðin í tegnum og svo Bryndís að koma í löpi. Við vorum ekki mættar fleiri. Við það missa boltan, góð pressa hann á Selfyssingum. Já, bara rólegar kemur stungan inn á Fanney. Fanney Já, hún er nær sterk. þessum bolta, er það ekki? Jú, og hún er sterk. Og þetta er hotspilna sem Skagastúlkur fá. Þetta er betra. En eins og við sáum
í öðru markinu þá fylgir því ákveðin áhætt að fara framalega með liði. Það er refsa. Það eru snöggar hérna fram í hjá þeim. Sjá hvað skagastúlkur ná að gera úr þessu horni. Kemur hotspyrnan inn og tegir Rut í baráttunni, nær ekki til hans. Misskilningur. Já, vel gert hjá Fanneyju. Og setja hann út af heyrinu. Það virtist vanta aðeins upp á bara samskiptin hjá þeim. Það kemur Eva og Anita missir hana frá hjá sér. Og Birta þarna vítaspyrna dæmt, þetta alveg hárréttur dómur. Hún var þriðja í röðinni til þess að reyna að stoppa hana og það voru klaufar þarna. Fyrst Anita þarna missir hana og svo Fríða og svo Birta. Já, það var endanum Birta sem að náði henni niður en það var því miður innan teiks og hún fær fyrir verknaðinn gult spjald. Og þá það er Magdalena sem að tekur þessa vítaspyrnu. Katrín til varnar. Og Katrín var á leiðinni rétt horn en þetta var öruggsspyrna. 3-0. Þessu bjóst ég ekki við fyrir leik. Það 90 mínútur linar. En það var bara spurning, nú er þessi haus, sko, hvernig ætlaði þær að takast á við þetta? Já, nú reynir á karakterina, eins og við vitum að þá er þessi leikur langur, það er ennþá 70 mínútur eftir og nógu tími til þess að vinna sig inn, en það þarf að gerast af skynsemi, ekki bara kappi. Já, við erum alveg með marga leikmenn hérna inná sem hafa nú spilað þó nokkra leiki, þannig að þær þurfa svolítið að stíga upp og hvetja hinnar áfram. Já. Bryndís kemur þessu upp í hornið og framalega fyrir Fanneyju. Spurning hvort að það breyta eitthvað leikskipulag. Það virðist ekki hafa þetta virðist vera fórna of miklum í vörninni að fara í tíulmiðjuna mögulega. Já, við erum náttúrulega líka að missa hann bara á slæmum stöðum á missvæðinu, þannig að þær eru snöggar að refsa okkur. Þær eru grimmar. Nú voru þær komnar líka með svona trú á þetta verkefni, Selfyssingar. Vantar ýmislegt upp á. Og Anita missir hana fram úr sér hérna, Anna María Friðgeirsdóttir og hún leggur hann í fjærhornið 4-0. Við erum eitthvað mjög ragar þarna. Anita, látt síðan ég sé hana svona. Já, þetta var ekki í karakter, hérna kemur bara löng sending fram, beint. Anita virðist vera með þetta en hikar. Já. Og Anna María bara leggur hann snirtilega í hornið, alveg óverjandi. Ég veit að vera körfuboltaleikur, þá myndi Helena taka leikli. Já, orðaðar sem svo. En það þýðir ekkert annað en að bara halda áfram. Það mega bara ekki bara brotna niður við þetta. Maren út á Veroníku, hún fram á Fanneyju eldir en Shanti markinu. Kemur þessu hérna út á kant. Það er Anna María. Sendir hann tilbaka, hættur Fanneyju eldir en það er hreinsa frá. Rut missir hann frá hjá sér, allt í lagi. Anita er þar fyrir aftan. Nú erum við bara að hreyfa okkur á bolta. Anita fram á Marin aftur á Birtu. Þegar hann eitthvað fær hann hérna út í hæri. Þegar hún missir hann of langt frá sér. Nú er þetta staðan bara orðin þannig að nú þyrfti Skagaliðið að vinna sig upp í sjálfstöðstu með að bara halda boltanum svolítið innan liðsins, láta hann rúlla. Já, það væri óskandi ef það gengi upp að þeim.
Já, en það náður að halda þessu lifandi. Bryndís tilbaka á Vero. Þannig yfir á Anitu. Þetta höldi að koma út. Fríða að skipta aftur yfir. Þetta er betra að færa boltan aðeins milli. Á milli kanta. Alexis Rossi hérna í vörninni hjá Selfossi, alveg nautsterk. Heiðrún á. Við erum svolítið að selja okkur sko. Kemur sending yfir, Katrín út. Hún hefur þetta. Þetta er erfið staða fyrir unga markmann að fá á sig 4 mörk á 20 mínútum. Og í rauninni ekkert við hann að sakast í neinu þeirra. Allt saman verið vel klárað og Já, svo náttúrulega gleymum við því að hún náttúrulega bjargaði þarna marki eina móti og byrjun leiksins. Þannig að þurfti að maður svona vantar að maður heyrir ekki frá þeim svona hvatninguna sko, að rífa sig upp og svona standa saman. Það eru svolítið daufar hann inn á vellinum. Náttúrulega erfitt að vera 4-0 undir en það bara fer verri ef við rífum okkur í gang sko. Já, það er alveg hárrétt, en það þarf skap og karakter til þess að yfirvinna vonbrigðin. Þá koma Selfyssingar, við erum að fara að vinna þessi nái að vera ákveðnari í þessum 50-50 boltum. Anita kemur þessu frá. Selfyssingarnir hafa yfir, hér kemur stungusendingin fyrir, en Katrín hefur miklu meiri tíma heldur hún gerir sig grein fyrir þarna. Taka með höndum bara. Við erum án tæknimann sýnni kvöld, þannig að við erum að útskýra eitthvað sögna að við erum seinir að uppfæra stöðuna, en við gerum okkar besta í þessu. Vel gert hjá Fanny hérna. Góðbart, nú vantar að kantur komið með sko. Það er hún bara eina bakstart sko. Já, Heiðrún kemur þess út á Mareni, nú vantar fólk í teginn. Góð fyrirgjöf, Hulda missir hann og er dæmt brotleg hérna fyrir bakrendingu. Já, þetta er öðruvísi leikur en við byggumst við hérna fyrirfram, Imba. Já, því miður. Þá verðast þær bara, eins og ég segja, það er svo sem ekkert búin að vera meira með boltan, en það er bara að fá færa og nota það sko. Já, þær eru beittari þegar þær eru með boltan. Já, koma með flott hlaup á svona blindu hliðina hjá okkur. Já, og það nýta sér kannski veikleikana í vörninni. Það hefur verið erfitt hjá skagaliðinu að verjast þessum löngu boltum og móti fljótum framherjum. Já. En við gefumst ekkert upp. Nei. Rut með boltan. Það er fá innkast Skagastelpur. Barátta hérna. Heiðrún. Bryndís. Já, vel gert. Veru farin yfir á fulla ferð. Maren aftur að vera og þetta er betra. Maren, glæsilega spilað. Heiðrún tilbaka á Rut. Þá vantar skiptinguna hér yfir Fanney.
og hún er dæmd rángstæð. En þetta var miklu betra. Svona viljum við sjá. Ef það er spilað svona að þá náður að vinna sig inn í þetta. Ég er alveg samfærður með það. Það er nefnilega verst þegar lið sem að lenda svona undir sko fara í eitthvað svona panikmót að dæla bara löngum boltum. Það er bara ekki þannig sem að skagalið spila best. Nei, það er ekki mikið upp á sig hjá okkar. Þannig þá svolítið einn bara að móti en þannig í verðinni. Það er vel gert á heiðrunu þannig. Þetta er betra. Þetta er það sem að vinst náttúrulega líka með því að spila boltan og halda boltan, að það vist sjálfstraust inn í lið sem að er skortur á eins og er. Fríða, það vantar stuðning hér. Fanney, kemur hann aftur á Fríðu, aftur á Fanney, aftur á Fríðu. Það er dæmt bakgrending þarna og aukaspinn á hættulegum stað. Hún er að gera sér mat úr þessu. Það er að smetla honum bara þarna að marki sko. Já. Skrúa hann bara fastan inn. Og maður að taka aukaspinnuna. Því fyrir sem að comebackið byrjar þeim mun betra. Já, þetta er alveg skotfæri, alveg klálega. Ég myndi alltaf vilja sjá skot úr þessu færi frekar heldur en einhvern svona háan lausan bolta fyrir markið. Já, maður skaut úr öllum færin sem maður fekk í svona aukaspyrnum sko. Kemur Maren með stutta og er þetta ekki hornspyrna? Jó. Ég kannski vilja sjá þetta betur útvært. Þessi bolti hefði getað rokki hvert sem var. Kemur hornspyrnan. Það er hár bolti, það er að vinna boltan, Rut gerir það. Það er hreinsetta frá Fanney. Það eru grimmar í vörninni. Já, talandi um það, þú spilaði nú ófáa leiki hérna fyrir á sínum tíma. Já, það við vorum hættulegastir í einmitt svona föstum leikadröðum og aukaspinnir. Við vorum með marga góða skotmenn. Þannig að það voru svona okkar sterkustu vopn. Skoruðu ófá mörkin því. Kemur innkastið. Fanney tilbaka á Fríðu sem að vinnur þetta vel gert nú og þá er að ráðast á þetta en hún er eins og klettur hérna í vörninni. Rossi. Gríðarlega sterk. Þetta er góð varnarvinna hjá Anitu. Gert. Og þeir koma tilbaka. Þetta rennur út í sandinn. Þessi rennur bara aftur fyrir útspark. 31 mínúta liðin, staðan 4-0 fyrir Selfoss. En betri kafli núna síðustu 10 mínútunar hjá Skaganum heldur en fram að því. En það máttu alveg við því svo sem. Já, ekki mátt vera verri kafli allavega. Þú vantar hérna út. Fríða farið. Stungursendingin á Maren Leósdóttir er að komast fram hjá Shanti í markinu og nær hún að koma sér fyrir en hún missir hann aftur fyrir. Þetta var ágætis möguleiki þarna fyrir Skagan. Það var ekki Fanney sem átti þessu sendingu, stungursendinguna þarna. Jú. Þetta var flott spil.
Það hefði verið gaman að sjá kannski Marinni ná ef hún hefði náð að koma skoti þarna þegar markmaðurinn kom út á mótinni. Alveg. Lauma honum undir hana. En þetta er miklu betri barátta hjá liðinu, það er vinna fleiri návi, Hulda með skiptingunni yfir, Marin eftir. Já, setur fína pressu þarna, nær að vinna boltan. Þetta er vel gert Fríða, Anita, Eva pressar á hana, kemur stungusendi, þetta var vel gert hjá Brynju Valgeirsdóttur þarna. Þessu stuttsending hjá Heyrunu. Þetta er í lagi. Já, eins og segir miklu betri kafli hjá IA. Það hafa verið alveg verið hársbreitt frá því að skapa alvöru hættulegt færi. Já, þegar Marin komst í gegn og hún þurfti að ná skotinu hún lokaði nú vel á hana markmaðurinn, mista hann aðeins frá sér boltan, það hefði verið gott ef hún hefði náð skoti. Anita losar þetta upp í horni hérna, Heiðrún er þar í baráttunni. Þessi fyrir út fyrir. Vel gert hjá Fríðu. Já. Búin að vinna sér vel inn í leikinn hérna. Hulda komin hérna aftarlega á völlin. Veronika með fyrirgjöf, fítbolti, Heiðrún. Það vantar bara eitthvað aðeins detti aðeins. Þetta er grimmt hana upp í marki. Já. Vel gert Fríða, tilbaka á Anitu. Það eru komnar aftarlega Selfyssingarnir. Já. Birta inn á Bryndísi og Rut í baráttunni, fínt. Og Birta undir pressu, kemur eins og Hulda er þarna komin. Já, kannski hún á að vera búin að skipta kannski. Já. Spurning hvort það eru nánast komnar í 3 manna vörn. Það sem að Fríða hefur einmitt líka verið mjög viljug að fara fram á við. Tekur Hulda á rás. Og sér það núna vinstra megin, nú er engin fyrirgjöf og ráðast á þetta, en Sjanti gerir vel í markinu. Vel gert þig. Það er ekki frá því að sé hreinlega komin í einhver svona, já, að kortar hafa hreinlega bara skipt stöðu, Veronika og Hulda. Hugsa það. Hulda er alltaf búin að vera lengst af búin að vera miðvörður í sumar. Vantar yfir að vera þarna. Þetta skipta. Kemur Maren, læðir þessu upp á Fanneyju sem að vinnur innkast. Það má nú svo sem segja að við hérna á IA-TV erum náttúrulega með eindæmum jákvæð og bjart sín að lítum á Björtul Hliðarnar að hérna fyrir lið sem er í svona uppbyggingaferli og þá er þetta mikill skóli að lenda í þessar aðstöðu sem það er í núna. Já, eins og ég segi, það reynir alltaf að hvernig karakter er það, hvernig ætlar að takast á mótlæti. Já, lífið er nú víst ekki alltaf dansarósum, þannig að það þarf að kunna takast á við hitt líka. Jú. Og þær eru að höndla það alveg ágætlega núna, þær eru að vinna sér vel inn í þetta, vel gert, Brynd, hérna vantaði og opni hérna. Örlítið upp á. Þetta má ekki sjást. Við fögnum því óspart að sjá hérna nýju ferjuna okkar Akranes sigla hérna meðfram Langasandinum. Það er flott sjón. Já, hvetjum að sjálfsögðu alla nær og fjær að nýta sér þá þjónustu, kíkja á skagan. Maren Lind, neða hún heitir hann ekki Maren Lind þessi. Hér koma Selfyssingarnir.
Þær eru ekki að ná að skapa þess að sömu hættu, það er spurning hvort að þær eru bara reynilega að ódna nógu áræðnar. Já. En þá, þær eru kannski ódna verkjárari, veit það ekki. Katrín kemur þessu frá, fína spillur hjá henni, þessum unga og efnilega markmanni. Þá kemur Sendey út úr markinu og reynsar bara beint á móti. Það er Birta, klikkar og þá kemur Magdalena með skot framjá. Við erum búin að tala mikið um það er hérna Skaginn búin að hafa fín tök á vellum, svo kemur eitt svona kicks og þá skapast stór hætta. Já, það er eins og þá verðist vera allt opið hjá okkur þegar það er ná boltana. Já, það bara má ekki tapa einbeitingunni eitt augnablik, þá skapa þær stór hættu. Kannski við hæfi að senda kveðir út í Eyjar þar sem 50 okkar hjá okkur er á pæjamótinu. Það er mjög vel við hæfi og ég veit að það er að horfa. Já, ég vona að það sé gaman hjá þeim og gangi vel. Já. Og við vonum ekki síður að það sé jafn gott viður hjá þeim eins og er hjá okkur. Já. Hérna. Já, þessi skottar, já, þetta er... Fríða kemur hérna stað. Fríða stað, Maren upp í hornið, þessi bolti er... Erfiður, en Maren er að setja pressu og vinnur innkast hérna upp í horninu. Þá kemur innkastið. Heiðrún út á Fríðu sem kemur fyrir gjöfina, en... Og auðvitaðlega. Og þá koma selfisingar en Veró stoppar þetta. Gert. Kemur nú að Bryndísi, sterk núna stelpa, missir hann. Og kemur langur bolti fram á Evu, Anita. Við erum bara maður og mann hann. Já. Það er til að vera áætt að taka. Og Hulda komir hérna inn á miðina. Nú vantar okkur sér hérna til þess að, já, það er vel gert Veró. Þetta er frábælega spilað. Verónika komin hér, stingur inn á Marinni, þetta er of langt. Fimm mínútur eftir að fyrri hálfleik, staðan ennþá 4-0 frá því hreinlega á fyrstu 20. mínútu eða eitthvað svoleiðis. Já. Jú, það er, við hefum fengið það staðfyrst að það var Magdalena Anna Reimus sem skoraði þetta fyrsta mark, stórglæsilegt mark hjá henni. Eva Lind skoraði mark nr. 2 á 14. mínútu og Magdalena aftur úr víti á 19. mínútu og síðan á 21. mínútu Anna María Friggilsdóttir. Já. Betur fólk til að koma í takt í hálfleik og það er hlátt í hafta til styrta nýttur í tónu. Sjá bili núna á milli varðar og miðja hjá okkur. Já, nú koma þær í sóknir. Hulda einn á deginum hann að Birta. Hérna Kristrún reynir stingusendingu, gerist ekkert þar. Eins og ég sagði á hana þá er vel að spila heila umferð í fyrstu deild kvenna í dag og í leik Tindastóls og Víkings Ólafsvíkur, þar er staðan 1-0 fyrir Ólsara. Vel gert hjá Fanney hana. Kom með henni. Heiðrún missir hann. Þróttur er að sigrast IR 2-0. Íringum gengur ekki sérstaklega vel á heimavelli. Nei, Þróttarar náttúrulega allir sér í toppin. Já, og það er ennþá 0-0 í leik HK Víkings og Sindra. Já, frá Höfn. Hörkuleikur. Ákveðin Fríða. Ruta stoppana. Já, hún gerir það, uppsker eflaust gult spjald. Já, hann sleppur henni. Hann sleppur henni virðist vera. Og heppinn hafa. Já. Ég er sérstakur áhugamaður dómgæslu eins og þú veist Emba og hérna, ég er sannfærður það ef að þetta brot hefði verið í karlafótbolta þá hefði verið gult spjald. Já, samanlega því. Og mér finnst ekki að ég að taka öðruvísi á stelpunum heldur en strákunum. En það viljum við það ekki? Nei. Og ég er sannfærður að
reyndari dómari hefði Smellt spjaldi á það. Já, algjörlega. Annars Gunnar Freyr Róbertsson dómari leiksins og hann nú bara að standa sig bara með príði. Honum til aðstoðar eru Elvar Smári Arnarsson og Gilmar Þór Benediktsson. Þá koma Skagastúlku, Bryndís, Maren hér á Auðum sjó en það pressa sett á hana. Sjá það núna hæra. Nei. Og Anita langt fyrir innan og var nú í varnarlínan. Það eru 3 og 4. Eva fær hann hér og snýr af sér Anitu, tekur skotið en þetta yfir. Þegar Ía sækir að þá slitnar liðið svolítið í sundur ef það tapar boltana. Það skapast ansi mikið bil hjá okkur. Við erum einhvern veginn svona náum ekki að bakka hvora aðra upp. Við erum að lenda svolítið einu og eina. Styttist í hálfleiksræðina hjá þeim Helenu og Anitu. Hvað eru þær að fara að leggja áherslu á inn í klefa núna? Ég held að leggja bara upp að það er bara nýr hálfleikur sko. Það eru búin að vera að spila fínt núna svona eftir afróðið fyrstu 20 mínúturnar. Það er bara að láta knífylgja kviði og reyna að setja þar mark svolítið. Við þurfum náttúrulega að reyna að sækja. Það er farið í baki og Heiðrún er ekki dæmt. Maren er komin inn í tegin. Það vantar stuðning. Hann er nú mátt dæma þarna. Já, það var ekki mikið taknaður. Nei. Svo sem 1 á móti 3 þarna. Og já, ég mynda mér það að þær þjálfarar muni kannski leggja áherslu á seinni hluta fyrri hálfleiks að þær spili áfram á þann hátt. Hér kemur Eva Lind með hlaup. Já, hún er öflug sko. Hún er stór og stæðileg og fljót. Rutt hana. Nei, þetta var ekki viti. Nei, það hefði verið mjög sorglegt að fá hann. Hún kom hann aftan að Rutt sá hann aldrei. En hann vantaði möguleg upp á talandana. Hún virtist ekki vita að hún væri að koma. Það er svona. Það er svo að vantaði hans leiðtoga hann inn og til þess að rífa þær í gang svolítið. Það er verða náttúrulega að tala hann í öftustu línu sko. Þá er venjulega leiktími í fyrri hálfleik liðinn samkvæmt vallaklukku. Og ætti nú ekki að vera miklu bætt við þennan fyrri hálfleik. Hann hefur fengið að fljóta vel. Hér er Maren að vinna boltann. Heiðrún markmaðurinn langt úti en og þá er flautað til hálfleiks. Við kannski bara rennum yfir hálfleikstölur í öðrum leikjum í fyrstu deildinni. Þar erum við með Víking Ólafsvíkar yfir gegn Tindastóli á Sauðárkróki. Þróttur Reykjavík er 2-0 yfir gegn ÍR og hér á Akranesi er 4-0 fyrir Selfoss gegn ÍA. HK Víkingur og Sindri, þar er staðan ennþá 0-0 en við komum aftur eftir cirka 15 mínútur hér á ÍA TV í samstarfi við Omnes og Síman. Ekki fara langt gott fólk. Sjáum hvað setur í síðari hálfleik. Takk fyrir.
Já, velkomin aftur á IA TV í samstarfi við Omnis og Síman. Við erum á Norðurálsvelli þar sem að seinni hálfleikur að byrja hjá IA á Selfossi. Fyrri hálfleikurinn skrítinn að mörgu leyti, algjörlega tvískiptur þar sem að Selfoss rúllaði inn 4 mörkum á fyrstu 21 mínútunni en IA liðið náði síðan að vinna sig aðeins út úr mestu lægðinni og hélt haus. En Imba, við sjáum að það verið að gera breytingar á liðinu. Já, Sigrún Eva og Sandra kom inn á og maður sjá Sandra og Sigrún Eva og það eru Bryndís Rún að fara út á síðan sem er. Hún er ekki konað inn á. Já, Bryndís og hver? Er það Fríða? Já, Bryndís og Fríða, það er rétt þér. Sandra kemur auðvitað inn í bakgórinn og Sigrún kemur á miðana. Þetta eru ungar og efnilega stúlkur hjá okkur. Já. Sigrún kemur... Hún er góð á boltan á miðinni. Já, hún er það. Og það er náttúrulega, þetta er bara fínt fyrir þessar stelpur að fá mínútur líka í leikjum þar sem að reynir á og hérna þeim er sínt traust. Það er ekki nóg eins og einhver sagði daginn að það er ekki nóg að setja unga leikmenn inn á bara þegar að ekkert er undir. Það verður líka að gefa þeim færi á að prófa að spila þar sem að það er ekki allt í gúti sko. Og svo er spurning hvort við breytum kerfi. Það var svona, það reynast okkur svolítið erfitt í fyrri hálfleik kerfi sem við vorum að reyna, þannig að... Já. Sjáum allavega að Veronika stillir sér upp hérna í hægri bakverðinum. Sandra fer yfir í vinstri og þá eru þær ennþá inn á miðunni. Sýnist við vera að halda kerfinu? Já, það virðist vera svona. Þær hafa kannski farið yfir í hálfleik eitthvað svona teknilegar útfærslur á þeim. Sigrún í baráttunni, vel gert. Veronika missir boltan hann yfir á Evelyn. Það er misskilningur. Hún bjóst við Magdalenu hann upp í hornið. Við erum úti. Jæja, við ættum að vera komin í loftið aftur. Biðjumst velvirðingar á þessum tæknilegum hnökrum. Hér, við mistum netsamband í augnablik en vonum að sjálfsögðu að nú séum við komin inn til að vera út leikinn. Selfissingar byrja hérna krafti í síðar hálfleikinn. Og hann var Eva-Lind rángstæð og réttilega dæmt sem slík. Maður gæti ímyndað sér það að þjálfari Selfissinga hafi nú ekki kannski verið ánægð með hvernig þær kláruðu fyrir hálfleikinn með við byrjunina. Þær skildi ekki hafa hreinlega bara haldið áfram að berja á skagaliðinu þar sem þær voru særðar. Já. Þannig að þær koma hérna eilítið ákveðnari fram á við. Þannig nær ekki að taka niður hérna. Og það er eitthvað svo bara svona eitthvað. Já. Þannig að Heiðrún með boltan, kemur honum upp í hornið, Fanney þar. Nú er þetta fleiri fram á við sko. Já. Velgjört Heiðrún, kemur honum tilbaka hérna á Vera og komitar. Sandra út á Fanneyju sem að missir valda á honum en nei. Í handboltanum tala tæknifeila, þeir hafa nú verið nokkrir í þessum leik. Móttökur ekki alveg. Nei, fyrsta snerting á boltan ekki alveg að gera sig.
Já, hérna kemur Maren. Það er enginn hérna út með hann, hún var að vera að koma. Vantar stuðning, hún var hérna umkringt og fann engan til að koma boltanum á. Veronika með innkastið. Reynir að koma honum inn á Heiðrúnu, tekst ekki. Heiðrún vinnur tilbaka. Sigrún með góða sendingu hérna. Hérna vantaði smá, en Fanney gefst ekkert upp. Kemur löng sending, Anna María með boltan fyrir Anita Grem. Vel gert og náða að trufla yfir hérna. Hulda á Rut. Veró fram á Maren, þetta er fínt. Heiðrún og hérna Skæin á þetta innkast. Gaf hann í baki og Heiðrún, hún ekki alveg. Þetta er einhver að Og Sandra farið inn. Hulda, Sigrún. Frábær. Já, þetta var góð hugmynd hjá henni. Það sem hefur heillað mig mjög við það sem ég hef séð af Sigrúnu og Kæju einnig sem hefur fengið að spila töluvert á þær af svona ungu leikmönnum og þar til að gera óreyndum að hvað þær eru sem sagt lungnar í að sjá möguleika og koma boltanum í spil. Já, það eru mjög góðar í því. Ég er líka bara vilja Sigrún skjóta bara á marki, hún er mjög sparkviss og getur skotið lágt sko, þannig að hún má alveg láta vaða á markmanni, hún er oft framalega. Já. Veró í baráttunni. Hér kemur Caritas inn á Magdalenu sem er ekki dæmd rangstæð en hún dettur hérna sjálfa sig verið störa. Katrín grípur inn í. Katrín spilnir þá frá markinu. Við þurfum að vinna þessa bolta. Gengur ekki. Skæin á þetta innkast. Anna María reyndi þarna sendingu upp í svæðið. Enginn þar. Veronika á Marinni. Aftur á Veró. Hún stingur upp í hornið. Heiðrún eldir. Það er vel gert. Maren. Heiðrún býðis upp í hornið. Sigrún fær hann hér. Og kemur og reynir að koma inn á Heiðrúnu. Og Maren heldur þessu lifandi og það þurfa að fá boltan inn í en góð vörn þarna hjá Rossi. Hún er sannlega betur en enginn hann í vörninni á Selfossi. Hún les leikinn vel hjá þeim. Kemur Heiðrún með hotspinnu. Kemur innanlega Hulda og Veronika í færi og það er Veronika Líf Þórðardóttir sem að skorar. Já, náði hérna bara frákastinu sjálf, skaut og fekk hann aftur. Já, Hulda fleytt honum hann áfram. Veronika átti skot í varnarmann en boltinn högg beint til henni aftur og hún sett hann snirtilega út í hornið. Já, vonandi að þetta gefið með sjálfströstuna. Já, þetta er náttúrulega það sem við erum búin að vera að bíða eftir. Og staðan var í 4-1 og það lítur örlítið betur út og nóg eftir. Já. Þetta marka á 50. og 3. mínútu. Það er gaman að sjá hvort þetta gefur þeim ekki aukið búst vegna þess að þær hafa verið að spila heilt yfir frá 20. og svona 50 mínútu hafa verið að heilt yfir að spila nokkuð vel án þess þó að skapa sér raunverulega hættu. Þær eru að pressa. Já, og bara setja það strax hana. Kemur innkastið. Heiðrún var hérna fyrir aftan. Náði ekki til hans. Hún var að stoppa þær þarna. Ef Anita brýtur á henni, hlýtur að
Stoppaði sókna, bara ætti hann að spjalda hana aftur eins og það komið nóðan og ég vissum að þjálfari Selfyssinga mér sammála hana ekki sáttur Anita skallar þetta frá þar Hulda skallar þetta út til vinstri þar kemur Sandra á ferðinni stingur Fanney á eftir rétt missir á honum þá var Sigrún mætt í baráttuna og þetta er allt miklu betra maður Hulda spila hann bara einfalt Birta hann alveg í hælunum á Evu Anna-María stingur fram Anita ætti nú að vera með þetta sem hún er og Heiðrún áfram og Fanney eldir góð pressa hjá Fanney já, nær að vinna boltan af Bergrós og þarna fyrir gjöf Heiðrún og það er Maren nær ekki til að leggja boltan fyrir sig þarna það er að tala saman Sigrún og Maren þarna var nú spurningum hendi en ekki dæmt Sigrún já, Fanney var þarna fyrir innan og við séðan þarna vantaði örlítla áræðni að þegar það náðar heilsa frá að Maren hikaði örlítið já, hann átti bara Sigrún að vera frek og bara lúra þessu að marki þá er einn leikmaður Selfoss sestur í grasið og með einhver meiðsla stríða þá kemur skipting hjá Selfossi já, sérst þessu svo sem metið þess að vantar ungumennina á börnar hérna sé ég já. sem að vanalega eru hér á Akarnsvelli á Norrólsvellinum já, hún fer bara beinustilið út á inn að vera að koma í hennast að Barbara Sól Gísladóttir númer 10 og sjá hvort við náum ekki númerinu á leikmanninu sem er að koma að velli Aldi Silva Heimisdóttir er líka að gera sér tilbúna fyrir skalið svona nettur liðsfundur hjá Selfossi sjáum við hérna inn á vellinum nút að tækifærið þetta nú við er þetta mætti nú snúa sér við hérna fyrir okkur til þess að það er nummer 6 getur það passað sást ekki það hefði verið Bergrós Áskisdóttir ég er ekki frá því jú, hún fer hérna út hægra megin hún Barbara Sól og þá er hvað er var ekki markspyrna sem að hún byrjar allavega ekki með hann í höndunum nei, er þessi markspyrna það er ekki að Fanney var hann inn í rangstæðinni já eða stöðvaðan leikinn já, hann stöðvaði leikinn boltinn fór ekki út af þannig að þetta var kannski pínu skrítið, hann lætur boltan hreinlega detta fyrir markurinn þarna hefði náttúrulega byrjaði á því að leikmaður Selfoss fór að reyma hann má stoppa nú ekki leikinn fyrir það en leikurinn kom í ganga nýju Hulda skallar hér fram að Sigrún missi boltan og hann eru konar með hann aftur Maren missir hann aftur það er smá barátta inn á miðinni hann núna fín barátta í skaliðinu núna það er þá skipting hjá IA Hulda kom út af já, Hulda kemur að velli og færir fyrirliða bandið yfir á Marinni Leónsdóttur í hennar stað kemur Aldi Silva Heimisdóttir sem að byrjaði þetta tímabil mjög vel var mjög spræk í fyrstu leikjónum og hún er náttúrulega ólíkt meira sóknatengjandi leikmaður heldur en Hulda hvort að Heiðrún færi sig yfir þeir í stöðun hennar Huldu og Aldís hérna
ofar á vellinum. Hún er hérna strax í baráttunni, lætur að sig kveða, dæmd brotleg. Ákveða Skagastúlkur sína 3. breytingu að velli þegar nummer 6 Hilda Margrét Brynjarsdóttir sína fyrirliði. Inn á kemur leikmann nummer 24 Aldís Ylva Heimisdóttir. Nú verður það að vera vakandi. Sandra í baráttunni, vel gert hjá henni. Þá er Heyrún út í vinstra megin. Við erum að koma honum á Fanny, tekst ekki. Selfyssingar eru ekkert að gera neitt þessa stundina sko. Nei, það er skrítin staða að staðan sé 4-1 fyrir Selfoss þegar að í rauninni þó að maður sé náttúrulega ekki alveg hlutlaus þá finnst mér í að hafa haft fín tök á þessum leik frá, eins og ég segi, 2050 mínútu en hér koma þær og boltinn komin inn að teig Anita við það að missa hann. Hér er Kristrún náðu að vinna boltan af henni en missir hann svo aftur Birta og Anita í baráttunni. Það er farið í baki á henni hér, ekkert dæmt. Línuverðin hefur mátt flagga þetta. Já, Sandra og þetta engast hljótum við að eiga. Já, ekki almenn ánægja með dómgæsluna þarna en þetta endaði nú samt með því að Skaginn vinnur boltan. Engast aftalega á vellinum og Sigrún býður sig í það og vinnur annað engast. Langt fram á Fanneyju og Selfossi dæmt þetta engast. Anna-María og Evu og Sandra kemur þessu upp í stúku og boltinn hafði viðkomu var það ekki Barbara Sóljó. Gengur erfilega að koma þessu framvölli núna. Kemur Anna-María Heiðrún nær að koma þessu frá. Hann er bara fastur hérna með boltinn sko. Eva Lind. Hún er sterkar, erfiðleikum með að ná hann í boltanum. Hún á velgert hjá Anitu. Já. Það átti töluverðum erfiðleikum með Evu í byrjun leiks en það hefur ekki skapast mikil hætta frá henni síðan. Rut skallar þetta áfram, það er Fanney, fleitir þessu áfram, Aldís Ylva ætlaði að hlaupa hann einn fyrir. Veronika, Aldís Ylva út á Marinni. Já, vera farin. Já, Marin missir hann, pressa þétt á þær hérna, Rut vinnur þetta og Sigrún skallar. Nánu niður hérna. Já, Veronika endar með boltan. Fanney nær ekki valda boltanum, þá kemur hreinlega bara skot frá Söndru og þessi fór ekki aftur fyrir sig aðstoðardómarinn. Það er nú alveg óhætt að láta vaða og sjá hvað hún getur hann í markinu. Rut vinnur skallar. Það er Karitas Nei. Viðbúinn leikmaðurinn, þetta er í annarsinn sem að það er kastað í átta leikmanni sem er ekki viðbúinn. Katrín með boltan og Eva pressar á hana, boltinn fram. Selfyssingar, hann er mikið í loftinu núna, boltinn að koma þær. Það má skilja svo betur frá okkur. Þá kemur Anna-María með fyrirgjöf, Birta er þar. Þær hefur hún að halda þessi ná, já. Og engkast á alveg fyrir hotfána. Það mun nú leyft að stela nokkrum metrum eða hvað, nei, hann hættir við það.
Kemur Sandra með innkastið og Rut nær ekki að skila þessu tilbaka. Þá ætlar Kristrún að taka þetta innkastur í Selfoss. Þær eru ekkert að hella á mörgum mönnum fram á við núna. Nei, það eru svolítið passívar bara. Kemur langt innkast og þetta enda með því að Selfoss fær hot. Anita kom þessu þarna aftur fyrir. Það eru greinilega búin að æfa þessu innkastar setja upp í ákveð kerfi bara. Já. Og að fara ákveð boltinn. Það er títnefnd Anna María Friðgeirsdóttir, hún er fyrirliði Selfoss sem að tekur þessa hotspinnu. Nú er að koma þessu frá, fastu bolti fyrir, Anita skallar það frá en Anna María fær boltan aftur, fyrirgjöfin og þar er það Rut sem skallar frá, Aldís í baráttunni, nær að koma þessu fram á Heiðrúnu og Heiðrún og Fanny á fleigifær núna undir pressu. Það er Rossi sem að nær að vinna henni boltan. Kemur hún svo Önnu Maríu og þaðan er það Sandra sem að nær að vinna hann. Aldís Ylva nær ekki valda boltanum. Langur bolti hérna upp í hægra hornið. Anita missir, er það Caritas, hún missir boltan út fyrir. Það er Barbara. Það er Barbara, já. Og vel gert hjá Marinni hana. Fanny sterk hana, stendur af sér pressuna, kemur honum fram á Aldís Ylvu. Aldís Ylva, hana vantaði skiptingu. Heiðrún var að leggja á stað í hlaup hérna upp hægra megin. Það sér hún tilbaka á Söndru og þetta endar í innkasti. Já, að gera að láta það reyfa sig aðeins en þetta er ekki góð sending. Töfum honum hér á hættulegum stað. Eva Sigrún vinnur þetta tilbaka. Þetta er hreyfingu frá okkar. Alveg pollurúlega á boltanum hérna. Veronika tilbaka á Birtu. Vantar aðeins meiri hreyfingu án bolta. Já. Núna. Ára Sigrún. Gert hjá Sigrúnu. Já, fínar hugmyndir. En boltinn öllítið og framalega fyrir Marinni þarna. Rut setur pressu á Kristrúnu. Mikil barátta í þessu núna. Rut á Heiðrúnu. Þú veist við að ná að losa hana. Þetta er þröngt, Heiðrún er að koma þessu áfram og Aldís Ylva eldir. Hársbreytt frá því að ná til boltans. Jandi hreinsar út og kemur löngsending. Magdalena ekki rangstæð, kemur fyrirgjöf og þar er Eva. Hvað gerir hún með bakið í markið? Boltinn hrekkur þarna inn á Barbaru sem að en góð varnarvinna hjá, var það ekki Sandra? Já, Sandra. Það er ná að setja pressa á þetta. Kristrún, hættuleg sending en Katrín er vakandi nær þessu. Það var Marin að vinna. Já. Og Selfoss með innkast á miðlínunni. Það er Sunneva gerir sig klára í að taka það. Veronika þetta á hreinu. Fín pressa hjá Birtu þarna.
Þetta er kannski bara betra að losa þetta upp í hornið en það hefur orðið breyting í einum af leikjunum í fyrstu deild kvenna. Milena Pesic hefur komið HK Víkingi yfir gegn Sindra 1-0. Þær halda sinni sigurgang áfram verðist vera markið á 52. mínútu. Alein hann að áraðnari núna Selfyssingarnir og hér kemur skot og rétt yfir. Karitas Tómasdóttir hann hún er mjög sterk á miðinni hjá Selfyssingum. Ég held að þetta sé Vestmanni að stelpa mann rétt. Það spila með Vestmanni á þessum tíma. Þeir eru svolítið að vinna þessa 50-50 bolta núna. Fín vara tekník hérna hjá Birtu. Fanney, nú er að koma aðeins í spil. Hvað eru möguleikarnir? Fanney stendur þetta af sér, vel gert. Hún er gríðarlega sterk. En Anna-María nær stoppa hana út fyrir. Haldís Ylva Rutt á kantinn, þar er Anna-María fyrir. Já, mantar herslumuninn hjá skaliðinu. Anita í baráttunni nær að hafa Pétur. Birta langan bolta fram, nú er að elta. Fanney fer á stað en það gerir líka Brynja, kemur honum aftur á Shanti og það er ná að losa þessa pressu. Aðlenda end aukaspyrna á Rutt, har rétt. Þjálfari Selfyssinga finnur sér knúinn til þess að kvarta yfir dómgæslunni. Hann vill fá spjald þarna á Rutt. Mér varst þetta brot nú ekki. Hann er svona benda á að hún er búin að brjóta nokkuð oft svona stoppa sóknin þar. Þá er Anna-María með aukaspyrnuna. Þetta er fastur bolti sem að Rutt sparkar frá. Bara setja pressu að það er vel fyrir innan. Já. Það hætti nú með að taka hann en það er allt í lagi að flagga á þetta. Anita ætlar að taka þetta langt væntanlega. Þá þurfa skagastúlkurnar að vera áræðnar að ráðast á þetta. Þessi er nú. Já, hann er bara inni. Þetta er bara rétt framhjá. Skoppaði þarna undarlega yfir Shanti í markinu. Hún var stálheppin að þessi var ekki á ramman. Já, það var. Þetta sýnir kannski að hún er nú kannski ekki öryggi uppmála þarna, þannig að mætti við ef að tækifæri gefast að láta vaða. Já. Það er ekkert reynd á hana hjá okkur. Nei. Hún gæti lítið gert í þessu marki sem að Veronika skoraði. Já, það var svona klafs í tegnum þeirra. Bakgrindník á maður. Já, hann er klálega með 2 útréttar hendur. Dómarinn vel staðsettur til að sjá þetta. Tími líður. Alltaf aðeins og rætt í þessari stöðu. Það var Sunneva Hrönn með aukaspyrnu fyrir Selfoss á eigin vallarheimleiki. Það er langur bolti inn á vítateigslínunni. Þar er Barbara með boltan. Sandra setur pressu, Barbara fær boltan aftur og það er skot og það er mark. Varamaður Barbara Sól Gísladóttir, varamaður Selfyssinga, skorar 5. markið. Þá er þetta nú þetta er mjög brött brekka. Mjög svo brött. Hún var nú brött fyrir en já.
Það er svona, við náum ekki að fylgja eftir þegar við skoruðum að nýta okkur það sjálfstraust sem kom þá. En þetta snýst enn og aftur að halda haus og halda sig við spilamennskuna, spila eins og lagt upp með, halda áfram, ekki að hugsa stigatöfluna, ekki að hugsa stöðuna. Fín sending hérna yfir á Maren, hvað er hún að gera þessu? Aldrei Silva býður sig, fær hann, missir hann aftur. Karitas sem brýtur þetta niður hjá okkur. Veronika er hérna Aldrei Silva Sigrún, Heiðrún til boltans, það er Barbara. Landsliðskonu okkar Skagan. Já, við verðum bara að vona að internetið hjá okkur lægist sem fyrst. Við byggjumst velvirðingar enn og aftur á því að við erum í einhverjum netvandræðum, en það virðist vera að koma inn aftur. Ja, við höldum okkar striki. Selfyssingar hér með boltan. Magdalena sparkar í Birtu sem að boltan hrekkur út fyrir. Já, við erum komin, virðist vera með ágætis tengingu aftur. Við byggjumst enn og aftur velvirðingar á þessu. Vonum að bragarbót verði gerð á internetmálum okkar hér á Akranesvelli. Birta, og það er pressa á hana, það vinir þetta enda með útsparki. Já, Já, sem ég var að segja á hann, þá er Hallbera Guðni Gísladóttir hérna á vellinum. Hún er mætt þess að horfa sína gömlu félaga. Það sjálfsögðum. Það verður gaman að fylgjast með henni í Hollandi í sumar. Já, við náttúrulega hvetjum alla sem er ekki búin að útvega sér miða til Hollands að láta verða af því að það er eiga það svo sannarlega skilið að fara á sitt 3. Evrópumót, er það ekki rétt hjá mér? Það er búin að áttu frábæran leik hérna, fyrir hálfleika móti Brasilíu. Virkilega. Og á móti svona sterk að það voru í rauninu óöpp. Nú erum við hérna farin að telja. Það er náttúrulega eigur á í liðinu. Bara í rangstöðu þegar sendingi kom. Hér er Rossi með boltan fyrir Selfoss. Kemur þessu hérna fram á Önnu Maríu sem er. Gerast hjá okkur núna. Og Anita pressar á hann fyrir gjöfin af Magdalena. Hún snerti en Barbara gerir netþingingin í okkur, en við bara alltaf hægt að spóla lítið tilbaka og vona
högtið mingi við það. Þannig að við horfum þetta ekki algjörlega í þráðbeinni að það verður ábyggilega þægilegra. Og hér Maren í dauðafæri, nær ekki, missur hún ekki boltan aftur fyrir hana? Jú, hún gerir það. Það verður Maren að fara upp í skallaboltan sko. Meðan að nettengingin svona að stríða okkur þá mæli ég með því að fólk spóli örlítið tilbaka og horfi frekar á þannig þó þau þurfa að horfa á smá hluta aftur. Þá verður högtið minna en Maren var þarna, komst þarna í fínt færi og Skaginn með hornspyrnu. Heiðrún kemur þetta með fastan fyrir, Anna skallar frá, Maren nær ekki að hitta hann hér. Fanney með baki í markið, verður að setja hann tilbaka á Birtu. Þarna hefði verið gaman að sjá hann fara yfir á vinstri þar sem að Veronika var á auðum sjó en á hvað að fara aftur upp í hægra hornið. Fín pressa hjá Rutt. Hér eru rétt 8 mínútur eftir af venjulegu leiktíma. Staðan 5-1 fyrir Selfoss. Töluvert önnur staða heldur en að við bjuggumst við í upphafi. Já. En svona er þetta. Það snýst að nýta færin sín og það hafa Selfossingar gert í þessu leik, nýtt sér vel mistök Skagamanna. Það var refsað okkur grimmilega. Og hér kemur fyrirgjöf Magdalena. Heiðrún tilbaka á Sandra. Þess Kaja vera gera sig klara koma inn á. Það má geta þess að hjá HK Víkingi og Sindra er staðan 2-0 sem að Karolína Jack bætti við marki, þannig að þær sitja sem fastast í efsta sæti með fullt hús stiga og frábæri markatölu. Þær ætla sér greinilega upp. Já. Og svona með hvernig þessi fyrsti hluti mótsins er að spilast og þá verðist það ekkert vera óeðlilegt. Þær eru búin að spila við mikið af hinum liðunum í kringum þær og þeim sem hafa spáð góðu gengi. Já. Selfoss er náttúrulega eitt af þeim liðum sem hafa spáð góðu gengi í þessari deild og eins og segir þær hafa verið í Pepsi-deildinni. Já. En við erum að fá það staðfest hér inn á úrslit.net að Keflavík og Hamrarnir skildu jöfn 0-0 fyrir í dag. Já. Hafnrættinu og manneskjan er búin að fá vinningi og það er Kjartan Finnsson sem vann og óskar honum til hamingju. Ekki voru við dregin út í Hafnrættinu þetta? Nei. Það er svo sem ekki fyrsta skipti. Nei. En aðalmálið er að vera með. Já. Það er stórglæsilega vinningar alltaf í boði hérna á Norðurlandsvellinum. Það er óvægt að segja að umgjörðin í kringum kvennafótboltann hérna á Skaganum er algjörlega til fyrirmyndar. Hér er Eva Lind að sleppa í gegn. Anita stoppar hana, vel gert hjá henni. Þá kemur skipting annars vegar hjá Skaganum þar sem er að koma inn á Kaja í staðin fyrir Heiðrúnu. Heiðrún kemur að velli og hjá Selfossi er Eva Lind að fá hvíld og inn á í hennar stað kemur númer 28 Katrín Ýr Friðgeirsdóttir og Erla Karitas Jóhannsdóttir sem er þekkjun og betur sem Kæju er komin inn á ung stelpa sem við höfum séð fyrir í sumar. Já, það er þriðafór stelpur hérna hjá okkur tvær. Já. Eða tvær og Katrín í markinu. Já, það er Sigrún og Kæja og Katrín. Réttum 4 mínútur til leiksloka.
Það er kannski rétt að minnast á það. Ég ætla að þegar leikurinn er flautaður af að freista þess að fá viðtal við þjálfara Ía, hana Helen Ólafsdóttur. Það verður nú sjálfsagt þungt í hljóðið. Gæti trúa því. Og þá mun ég gera mitt besta í að fara bara vel að henni. Og væntanlega einn leikmann Ía einnig. Hún er rutdæmd, brotleg og það er einhver pirringur þarna. Hún hlýtur hún að vera búin að vinna sér einn spjald þó að vera ekki nema fyrir endurtekin brot. Eins fyrir viðbröðin núna. Það er sennilega alveg rétt. Það kemur enn einn skipting hjá Selfossi. Magdalena Anna sýnist mér vera að koma út af og í hennar stað er að koma leikmaður númer 20 Írena Björk Gestsdóttir. Þetta er aukaspyrna á hættulegum stað. Já, þetta er bara fínt skotfæri. Þú sjá að Anna María hefur sýnt að hún þessar fyrirgjafir hjá henni bæði hotspyrnunar og aukaspyrnunar hafa verið fastar, einskiptar. Hún lúrar þessa marki næstöngina. Og já, en þetta er of langt til vinstri og vel framhjá. Og þá er Katrín með spyrnu frá marki. Selfyssingar vinna það. Sandra er hér komin niður í hægri bakvörðin, Veronika er yfir vinstra megin. Fanney, þarna skallaðir saman tvær, þarna dómarinn á stöðvaleikin. Fanney fær þarna högg á höfuðið sem á Sunneva Hrönn. Og hérna Sólveig Smáradóttir mætt á svæðið. Vann þennan sprett. Sjúkraþjálfarana. Já, það var stuttusprettur. Já. Og þá eru Selfyssingar að gera sér tilbúna í aðra skiptingu. Vonum að Fanney sé ekki illa haldinn eftir þetta. Það var slæmt högg. Leit illa út. Kom hann á blinduliðina á hann einnig. Það er leikmann með 23 sem kemur af velli hjá Selfossi, Kristrún Rutt, og í hennar stað er komið leikmann nr. 11 Karen Inga Bergsdóttir. Það er ennþá verið að athuga með þær stöllur Fanney og Sunnefu hvort að þær séu með fulla 5. Anita, þetta þarf að elda. Ná ekki að komast í boltan. Sunneva fór hérna inn á völlinn án leyfis dómarans, en það er ekkert verið að kippa sér upp í það hér. Nei. Kemur fyrirgjöf, en þetta endar hjá Katrínu. Það væri mjög sætt að fá eitt svona sárabótamark í lokin. Handla jaft í síðari hálfleik, bæði lið búin að skora sitt mark í hvort. Kemur stungusendingin fyrir Barbara, hún hefur nú verið spræk eftir að hún kom inn á. Já. Og Sunneva búin að jafna sig af högginu. Sigrún á Birtu. Veronika, Barbara setur press á hana, Vera missir hann. Það er svona meiri kraft í aukur hérna í lokin. Já, en lái þeim hver sem vill. Þetta er erfið staða að vera í og örugglega mjög erfitt að halda haus við þessar aðstæður. Á heimavelli fá sér 5 mörk. Þetta myndi brjóta marga niður, held ég. Það þarf að gera öllítið hlé á leiknum. Það er tapaðist skór. Venjuleg leiktími liðin, Sigrún með boltan hér út á marinn.
Sigrún býður sig eftir upp í hornið, Maren fer inn á miðju, Harry Rudd, Veronika fer á stað upp í hornið, nærum til, Sunneva þarna, vel vakandi, kemur hún í innkast. Ég náði því ekki, Imba tókst eftir því og var aðstæðaráð búið að velja mannleiksins. Jú, hún Ruth var valin maður leiksins. Já, hér vinnur hún einmitt aukaspyrnu. Það hefur náttúrulega mikið mætt á henni eins og hérna svo oft í þessari stöðu aftast á miðunni. Já, svona mín skoðun er nú svo að mér finnst nú kannski enginn svona hafa skorið sig verulega úr hjá okkur. Nei. Í þessum leik í dag? Nei, það er náttúrulega eins og gefur að skilja í svona leik sem að staðan er þetta döpur að þá er erfitt að benda á einhvern sem er bestur en það er alltaf einhver valinn og það er og svo sem ég heldur við getum alveg sætt okkur við það val í dag þá er Fanney með aukaspyrnu, þetta hlýtur að vera skot á mark og það er laust beint á Sjante í markinu svona ekki mikil samfæring í þessu skoti. Nei. Fara Anita þegar í þennan skallabolta vinnur hann Veronika þarna er Aldís Ylva nær ekki valda boltanum. Það er fyrsta snerting hjá okkur sem En heilt yfir Imba, nú er þetta að renna út í sandinn. Er þetta sanngjarn sigur Selfyssinga? Já, það held ég. Svo sem ekkert verið að skapa okkur neinn færi. Nei. Það er bara nýtt þetta vel og bara kafsilt okkur í byrjun. Já. Það er svona spurning, ég veit ekki, hvort þessi breyting á kerfi hefur farið eitthvað illa í okkar konur eða? Já, það hefur eitthvað verið óörugari með það. Það er erfitt að segja það, svo er þetta líka eins og við höfum séð með kallaliðið hjá okkur að við mætum ekki til leiks andlega fyrstu mínúturnar að þá getur farið illa og það alltaf gerði það hjá okkur þar sem Selfoss skoraði 4 mörk á fyrstu 21 mínútunni. Aldís Ylva tekur hann á hendina. Það er svona eitthvað búið að vera svona svolítið deyfð yfir okkur finnst mér í þessum leik. Já. Ég minni á það eftir skamma stund og þá ætla ég að stökkva niður að vellinum og freista þess að fá viðtal við Helenu ef hún er í stuði til sem ég geri fastlega ráð fyrir. Hún er fagmanneskja fram í fingurgóma. Þannig að það verður fróðlegt að fá hennar viðbrögð við þessu slæma tapi hér á heimavelli. Sunneva aftur Sunneva fekk að á Karitasi en Anita lúrar þessu fram. Fanney Birta tilbaka á Katrínu, það er sett press á hana, hún er að koma að sér frá, Aldís Ylva og þá flautar dómarinn leiksins til leiksloka. Leikurinn sigur Selfyssinga 5-1, sannfærandi sigur hér á Akranesvelli. Imba, ég þakka þér kærlega fyrir samfylgdina. Já, bara takk fyrir mig. Og ykkur sem að horfðu á, ég þið endilega dokið við og sjáum hvort við heyrum ekki hljóðið í Helenu Ólafsdóttur og mögulega Ruth Þórðardóttur. En þangað til næst, þið hingri við, ég ætla ekki að kveðja ykkur strax.
Já, komið þið sæl aftur, við erum komin í liðin yfir girðinguna. Helena, ég veit ekki hvað hægt að segja eftir svona leik? Nei, ég veit ekki eiginlega heldur bara, en maður hálf orðlaus, sérstaklega yfir þessum 10 mínútna kafla sem fáum okkur 4 mörk. En svona í heildina fannst mér við bara undir í allir baráttu, sérstaklega í fyrra hálfleik, og það var náttúrulega bara að spila upp á stoltið í seinni, sko, að gera eins vel og hægt var úr stöðunni. En undir í öllu og brotnum fljótt finnst mér, þannig að við höfum helling að vinna við. Já, maður sá, sko, leikurinn fyrstu mínúturna voru mikil stöðubarátta, en síðan ná þær að nýta færi og við það einhvern veginn virti skaliði kona svolítið niður og þær gengu á lagið. Gerðu þið einhverja breytingar þegar þessar 20 mínútur voru liðnar að leiknum til þess að stoppa, vegna þess að þá komst kannski spilið hjá skagaliðin aðeins betur í gang, og gerðu þið einhverja breytingar hjá? Í fyrri hálfleiknum? Nei, við gerðum það í raun og veru ekki, og við bara héldum okkar uppleiki eins og við gerðum fyrir leikinn. Þær fundu betur hvor aðra og mér fannst þau byrja vel í leiknum, síðan svona eins og þú segir fáum við náttúrulega gusu bara framan í okkur. En svona það risu aðeins upp eftir það og það alveg karakter í þessum stelpum, og eins og við ræddum í hálfleik, við hálf skömmuðumst okkar fyrir þessa framistöðu og það bara svoleiðis. En síðan í seinni hálfleik bara breyttum við sett gerðum 2 breytingar aðeins til að fríska þetta og eins og maður reynir. En við vildum halda sama skipulagi, því að ég held að það hafi í raun og veru ekki tapað leiknum. Það bara, þegar maður mætir leik þá verður maður tilbúin að berjast fyrir öllu. Og við lögðum það upp að berjast fyrir fyrsta, öðrum og þriðja bolta, því að þetta lið gott og það berst mikið, og við sjáum það bara á Selfossliðinu. En það bara klikkaði, og ég veit í raun og veru ekkert, ég hef ekki svörin, en ef ég hefði þau þá væri búið að fara betur. Úr þessum, við hafa náttúrulega fullt af hlutum sem að hljóta hafa verið neikvæðir, en hvað getum við tekið jákvætt með okkur út úr þessum leik og inn í þessum framöndan er? Mér fannst kannski það að þegar við erum komin í stöðuna 4-0 að liðið byrjaði aftur að spila fótbolta, og eins og ég sagði verið í hálfleik, það rosalega auðvelt að brotna bara og gefast upp, en mér fannst þær ekki gera það. Var nú að vona að við innum seinna á leik, það tókst nú ekki, en fólk hélt áfram og reyndi, og það maður verður alltaf að taka kredit fyrir það, en enga veginn og gott, og við vitum það vel sjálfar, og stelpunar, maður sá það svolítið á þeim, svolítið miður sín á þessum kafla, en reyndu og það verður maður að þakka fyrir, en við þurfum alveg að taka svolítið hausinn á okkur í gegn, myndi ég segja. Við erum svona, af því að við höfum verið, finnst mér, í þessum leikjum örlítið óheppnar og svolítið skapað okkur óheppni, og þá þetta svolítið þungt leik eftir leik, en þetta náttúrulega stórslys hér enga veginn boðlegt. Hörðu, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið, og ég held að við förum að segja þetta bara gott hérna á Akranesvelli í dag. 5-1 tap á heimavelli gegn Selfossi. Vonum að þær nái vopnum sínum, heimakonur, og komi sterkari inn í næsta leik, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að fylgjast með okkur inn í kvöld.